Virðulegi forseti, mér langaði til að benda ykkur háttvirtir þingmenn á afgerandi niðurstöður og umfangsmikilli rannsóknarvinnu Rannsóknar- og þróunarstofnunar bandaríska dómsmálaráðuneytisins rafbyssur. Þessi rannsóknarvinna samanstóð af 2 rannsóknum notkun taser. Önnur sneri að læknisfræðilegum áhrifum tækjanna og hin að notkun þeirra við lögreglustörf. Tugir vísindamanna koma að þessum rannsóknum. Helstu niðurstöður eru þær að rétt notkun og taser ekki hættuleg og hún dregur úr meiðslum lögreglumanna sem og brotamanna. Allar niðurstöður benda til þess að notkun og taser sé jafn hættulítil eða hættuminni en aðrir valkostir við valdbeitingu. Engar læknisfræðilegar rannsóknir benda til þess að eðlileg notkun á taser valdi sérstakri hættu hjartsláttar og truflunum. Jafnvel þótt rafpúlsinn frá tækjunum fari brjóstkasta einstaklinga. Öryggismörkin mjög há ef tækjunum beitt í samræmi við ábendingar framleiðandans og frá læknisfræðilegu sjónarmiði engin ástæða fyrir lögregluembætti að forðast notkun á taser til að yfirbuga einstaklinga sem sýna mótþróa eða berjast á móti við handtöku. Embætti ríkislögreglustjóra á nú þegar til taser rafbyssur. Ég tel mikilvægt að sérsveitir ríkislögreglustjóra taki þau tæki í notkun við almenna löggæslu sem fyrst, en þeir hafa nú þegar fengið þjálfun á þau. Því þá myndast mikilvæg reynsla sem hægt að nota við innleiðingu taser fyrir almenna löggæslu í landinu. Það mikilvægt og áríðandi að lögreglan taki upp notkun á taser. Það mun stórauka öryggi lögreglumanna sem og brotamanna og leið spara umtalsverða fjármuni. En það mörg dæmi það að lögreglumenn hafa þurft að fara í löng veikindaleyfi vegna slysa við handtöku. Núverandi valdbeitingartæki hafa ekki dugað við allar aðstæður og það dæmi örorku eftir slíkt og ég þekki sjálfur mörg slík dæmi. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, bæjarstjóri Vestmannaeyja Elliði Vignisson leyfði sér að tala forgangsröðun ríkisins þegar kæmi að útdeilingu fjármuna skattgreiðenda. Nefndi þar Sinfóníuhljómsveit Íslands, Þjóðleikhúsið, landbúnað og fleira. Umulin hafa vakið mikla athygli og eru menn vægast sagt misánægðir með athugasemdir bæjarstjórans, þó finnst mér mun fleiri vera sammála honum. Íbúar Vestmannaeyja sem til dæmis njóta ekki sólarhringslöggæslu þurfa að greiða 30.000 krónur í ferðakostnað ætla þeir að nýta skattfé sitt með því að fara á neyðugreidda leiksýningu, á konsert hjá Sinfóníuhljómsveitinni, já eða til að fæða barn. Það að segja ef samgöngur eru færar. En þau borga sömu skattprósentu við hin sem við greiða aðgang að því sem við þurfum og viljum. Virðulegi forseti, hér ekki lengur ræddu við skýrslum slæma stöðu kvenna innan lögreglunar. Í niðurstöðu skýrslunnar kom fram að helsta ástæðan fyrir að konur komi ekki aftur lögregluna eru lág laun. Ef við höldum áfram að skoða forgangsröðun ríkisins, þá athyglisvert að líta á upplýsingar sem fjármálaráðuneytið í samstarfi við heildarsamtök starfsmanna ríkisins birtir á vef sínum laun starfsmanna ríkisins. Þar kemur fram að í júní 2013 voru meðal dagvinnulaun kvenna í lögreglunni 305.700 krónur á mánuði. Á meðan meðal dagvinnulaun kvenna í Sinfóníuhljómsveitinni á sama tíma voru 416.960 eða 111.000 krónum herri á mánuði. Ég held að það væri heiður að fá að spila einni flottustu sinfóníu heims og það væri dýrmætt fyrir frekari frama í tónlistinni. Einnig held ég að það væri dýrmætt fyrir ríkið að fá öflugar konur til að sinna löggæslustörfum, leggja sig í lífshættu, vinna dag og nótt undir miklu álagi og erfiðum aðstæðum. Virðulegi forseti, ég held við verðum að hlusta orð bæjarstjórans og skoða alla forgangsröðun ríkisins upp á nýtt, ætlum við að bæta okkar samfélag. Menning og listir eru nauðsynleg en við höfum bara ekkert með það að gera og meðan tryggjum ekki öryggi okkar og heilsu.